Komið sæl og verið velkomin. Ég heiti Pétur Halldórsson og gjaldkeri félags heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa og við erum hérna að halda þetta stutta málþing í samstarfi við Félag íslenskra náttúrufræðinga og unga umhverfissinna. Og ég vil bara fara beint í það að bjóða Kolbrúnu Halldórsdóttur, formann BHM, að taka við fundarstjórn. Takk fyrir. Þakka þér kærlega fyrir Pétur og sæl öll sömul. Mér langar nú bara til að segja að ég varð mjög upp með mér þegar Pétur kom að máli við mig og spurði hvort ég væri til í að vera fundarstjóri á þessum fundi heilbrigðis- og umhverfisfulltrúa. Ég sagði bara sem fyrrverandi umhverfisráðherra þá það mér mikill heiður og ég bara hissa ég skulle ekki hafa verið beðin fyrr. En það sko aldrei of seint. Ég var líka rosalega ánægð með að sjá hvað félagið framsýnt í fundarhaldi að ætla að hafa svona efnismikinn fund en svona fjandistuttan. En við erum öll orðin dálítið þreytt á löngum fundum og við vitum alveg að það oft ekkert mikið meira sagt á löngu fundunum heldur en á þeim sem eru snaggaralegir. Og að því sögðu, þá ætla ég að bjóða snaggaralegan félaga minn og vin til margra ára, velkomin í pontu, en það Stefán Pálsson sagnfræðingur, sem ætlar að flytja okkur glefsur úr upphafssögu heilbrigðiseftirlitsins og hann náttúrulega með frekar leiðinlegan titil, en þeir maður náttúrulega sko, deig má ekki hnoða með fótunum, titill erindisins. Við eigum von og góðu, gjörðu svo vel Stefán. Ágæta samkoma. Fyrir sérhverjar kosningar sem að fram hafa farið, að þá hafa frambjóðendur, kosningasmalar og stuðningsmenn einstakra frambúða þulið sömu möntruna, hvert atkvæði skiptir máli. Kosningarnar gætu oltið á einu atkvæði, þú vilt ekki setja heima. Í langflestum tilvikum eru þetta ýkjur, en vissulega ekki alltaf. Það hefur raunverulega gerst að úrslit ráðist á sárafáum atkvæðum, jafnvel bara einu eða varpa hefur þurft hlutkesti. Árið 1897 að þá voru kosnir nokkrir fulltrúar í bæjarstjórn Reykjavíkur og kosningin í síðasta sætið varð óvenju spennandi. Jón Jensson var dómari við Landsyfirdóminn, nýkjörinn alþingismaður Reykvíkinga, farsæll embættismaður og naut sérstakrar virðingar á þessum tíma fyrir að vera bróðursonur þjóðhetjunnar Jóns Sigurðssonar. Hann fékk 189 atkvæði. Mótherinn fékk 188 atkvæði. Hann hét Guðmundur Björnsson, var áratug yngri en Jón Jensson og hafði komið heim frá námi og starfi í Danmörku 3 árum fyrr. Hann var núna orðinn héraðslæknir í Reykjavík, en átti síðar eftir að verða landlæknir, prófessor við læknaskólann og þingmaður. Og í sjálfu sér mátti þessi 32 ára gamli læknir ágætlega við una að hafa verið svona nálægt því að komast í bæjarstjórn í fyrstu tilraun. Og tónninn í dagblöðinu var heldur á þá leið að synd væri að svona efnilegur maður hafi ekki komist að. En Guðmundur hafði enga þolinmæði í polljónuleiki. Hann var kominn frá námi með nýjustu hugmyndir mikilvægi umhverfisþátta og heilbrigði almennings í handraðanum. Hann var lýðheilsumaður í húð og hár. Hann var sérstaklega áfram neysluvatnsmál Reykvíkinga, að bæjarbúar hefðu nægan aðgang að fersku drykkjarvatni og svo miklu vatni að þeir getu líka stundað þrif, bæði líkamsþrif og á heimilum sínum. Eftir að hann komst inn í bæjarstjórnina nokkrum árum síðar að þá varð hann mikill baráttumaður fyrir stofnun vatnsveitunar og nátengt vatnsveitumálinu var svo skolpræsavæðing bæjarins, átök í kamrarhreinsun, sorphirðu og svo framvegis. Bæjarstjórnin tók á þessum tíma ákvarðanir mörg málefni sem voru mjög tæknileg í eðli sínu og sneru beint að heilsufarsmálum. Og það gerði það verkum að framfarasinnaðir verkfræðingar og læknar sóttust mjög í það að komast í bæjarstjórnarsalinn til að koma að ákvarðanatöku og þegar þangað var komið þá höfðu þeir yfirleitt mjög litla þolinmæði fyrir því að félagar þeirra í bæjarstjórninni væru að blanda sér í umræður þeirra sérsvið. En
það hafði sem sagt munað 1 atkvæði á Jóni Jensinni og Guðmundi Björnssyni. Hvað gera bændur þá? Sem héraðslæknir átti Guðmundur Björnsson sæti ásamt bæjarfógeta og 1 bæjarfulltrúa í nefnd sem hét heilbrigðisnefnd. Nafnið var hins vegar verulega villandi, því í rauninni var að ræða sóttvarnanefnd sem var skipuð á grundvelli sóttvarnalaga og hafi verið komið á laggirnar eftir einhvern mislingafaraldurinn. Nefndin var nánast aldrei kölluð saman og átti í rauninni ekki að verða virk nema að skæður smitsjúkdómur kæmi upp. En heitið á nefndinni olli hins vegar ítrekkuðum og skiljanlegum misskilningi. Klassískt umkvörtunarefni Reykvíkinga á þessum árum var sóðaskapur á götum úti. Forugar gangstéttir þar sem að skólp frá einstökum húsum blandaðist saman við leðjuna og viðvarandi óþefur var af sorphaugum og illa hreinsuðum skólpbrennum. Þegar við bættist að göturnar voru illa upplýstar, þá áttu vegfarendur erfitt með að forðast það að ösla skítinn eða fá slettur á föt og yfirhafnir, sem var þeim mun algengara í samfélagi þar sem að menn áttu ekki mörg föt til skiptana og fataþvottur var mjög umhendis. En þó að það verið sífellt verið að skrifa þessi mál í blöðin, þá fær maður líka dálítið á tilfinninguna að ritstjórum þætti óvirðulegt að tala svona hversdagsleg og smáskítleg málefni, þannig að þess vegna grípu menn eiginlega alltaf til þess að fjalla þetta í hæðnistón og skrifaði miklum íkju stílum, forreina og skítalyktina, senda bæjarstjórninni tóninn og mjög oft var hnýtt við athugasemdum heilbrigðisnefndina sem að enginn veit hvort starfandi, eða þína svokölluðu heilbrigðisnefnd eða heilbrigðisnefndina dularfullu ef hún finnst hér. Guðmundur Björnsson ákveður að nýta sér þennan skiljanlega rugling til hins ítrasta og hófst þegar handa við að breyta heilbrigðisnefndinni úr farsóttanefnd yfir í raunverulega heilbrigðisnefnd. Og gerir það með því að ýja að því að það hafi í rauninni alltaf verið ætlunin og hún hafi í rauninni bara gleymst í kerfinu. Til þess að útvíkka starfsviðið þá var Jóni Jensinni falið að flytja frumvarp breytingu á bæjarstjórnarsamþykkt Reykjavíkur sem að þurfti að gerast á Alþingi. En þegar á hólmi var komið að þá leist þingheimið það vel á málið að það var ákveðið að setja í staðinn heildarlög heimild sveitastjórna til að setja sér heilbrigðissamþykktir. Það gekk í gegn árinu 1901 og Guðmundur Björnsson, þá loksins orðinn bæjarfulltrúi, fær það þá í gegn að Reykjavíkurbær kemur á laggirnar nefnd til þess að semja sína eigin heilbrigðissamþykkt. Sú vinna tók 3 ár og útkoman var samþykkt sem að hlaut staðfestingu hins opinbera árinu 1905 og stóð óbreytt í hálfa öld. Þessi langi samningatími hjá Reykvíkingunum gerði það hins vegar að verkum að Reykjavík misti af því að vera fyrsti bærinn til þess að gera heilbrigðissamþykkt. Eyjamenn riðu á vaðið strax árinu 1903, Stykkishólmur og Ólafsvík fáeinum vikum síðar. Í öllum tilvikum tóku menn bara forskrift sem að gefin hafi verið út af stjórnarráðinu af því hvernig svona heilbrigðissamþykkt gæti litið út. Copy-paste og svo bara nýtt nafn á sveitarfélagi. Og samþykktirnar í þessum 3 sjávarplássum voru talsvert styttri heldur en sú sem að Reykvíkingar voru að vinna að og tóku að lokum upp. Þær voru ekki nema 31 grein. Fyrstu 5 snerust stjórnsýsluna sjálfa, hvernig skyldi skipa heilbrigðisnefnd, kjósa formann, boða fundi og svo framvegis. Svo komu 2 greinar skólp, skólpræsi, frágang þeirra, þá 3 greinar vatnsból, 4 fjóshauga og dýraúrgang, 3 til viðbótar salerni og loks 4 sorphauga. Og í raun sköruðust þessar greinar allar innbyrðis. Þær gengu allar út á það sama að halda skólpi og sorpi frá mannabústöðum, en þú sérstaklega vatnsbólum. Þetta meira heldur en helmingur af efni þessara fyrstu samþykktar. Þær 11 greinar sem eftir stóðu, þær voru svo bland í poka margvíslegustu málefni. Þar á meðal sérstök grein brauðgerðarhús sem að tekur á því
að bökurum sé bannað að hnoða deig með tánum, sem skýrir titil þessa erindis. Í sömu klausu kemur fram að óheimilt sé að sofa í brauðgerðarsalnum sem og að reykja tóbak og að berklaveikir menn eða með opin sár megi ekki koma nálægt bakstrinum. Svo ein grein sem helguð meðhöndlun matvæla sem telja mætti svikin eða skemmd. 2 aðrar tryggja heimild til þess að úrskurða húsnæði óíbúðarhæft og banna búsetu í rökum kjöllurum. Heilar 4 greinar fjalla aðbúnað í skólum með megin áherslu á kröfur það að börn verða að geta framvísað heilbrigðisvottorði til þess að fá skólavist, auk þess sem sérstaklega var tiltekið að holdsveik börn mættu ekki ganga í skóla. Það var að ræða í allan dag hvað stendur í þessum fyrstu heilbrigðissamþykktum og hvað stendur ekki. Það til dæmis áhugavert að það skuli vera sem sagt þessi sérstök grein bakara í sjávarplássunum en ekkert fiskvinnslu í þessu miklu matvælaframleiðslu stöðum. Eina vísunin í sjávarútveg var klausa sem sneri að lyktarmengun frá lýsisbræðslum. Þannig að það var greinilegt að heilbrigði eða öryggi hins erlenda neytanda fisksins kom sveitarstjórnum á Íslandi ekki á nokkurn hátt við. En langstærstu málin og í rauninni ástæðan fyrir því að ráðist var í heilbrigðisreglugerðir og heilbrigðiseftirlit yfir höfuð voru skólpmálin og vatnsmálin. Og það sést líka í störfum fyrstu eiginlegu heilbrigðisfulltrúana sem voru ráðnir til starfa og þá að sjálfsögðu í Reykjavík. Hér ætti að fara varlega með fleirtölu endinguna. Fyrsti heilbrigðisfulltrúinn með ákveðnum greini og í eintölu var í hlutastarfi og Lorentz Petersen árið 1905. Danskur maður, kvæntur íslenskri konu með einhvern bakgrunn í verkfræðinámi sem erfitt að fá alveg á hreint hversu mikið var. Þau hjónin höfðu flust í heimabæ hennar, Vestmannaeyjar, 2 til 3 árum fyrr og það virðist eiginlega of mikil tilviljun að fyrsti heilbrigðisfulltrúinn hafi verið búsettur í Eyjum á sama tíma og fyrsta heilbrigðisreglugerðin sett. Hann hlýtur eiginlega að hafa haft puttana einhvað í því máli. En sem fyrir segir í hlutastarfi. Aðalvinna Petersens var að vinna uppdrátt af Reykjavíkurbæ sem var síðan forsendan fyrir því að hægt var að ráðast í vatnsveitu fáeinum árum síðar og svo fráveitur í kjölfarið af því. Hann stoppar stutt. Hann var fljótur að koma sér aftur til Eyja þegar að þar opnaðist staða símstöðvarstjóra, var síðan starfsmaður við skattstofuna, talaði reibrennandi íslensku og var öflugur nýyrðasmiður á sviði tungutaks í skattamálum. Eftir þetta hleypur þetta verkefni milli manna. Júlíus Halldórsson læknir sinnir verkefninu í nokkur misseri. Árni Einarsson, fátækrafulltrúi í Reykjavíkurbæ og kaupmaður, gerir þetta ásamt öðru og síðan settur yfir salernishreinsunina í bænum til þess að ná að koma þessu upp í fullt starf. Þannig það ekki fyrr en árið 1918 að staða heilbrigðisfulltrúa í Reykjavík auglýst sem fullt starf. Ágúst Jósefsson, prentari og einn af leiðtogum jafnaðarmanna í bænum, tekur þetta verkefni þá að sér og aftur til þess að ná upp í fullt starfshlutfall þá þurfti náttúrulega að setja hann yfir sorphirðumálin líka. Hann sá þrif gatna, kamrarhreinsun, eftirlit og hreinsun með skólpræsum, rottueyðingu í bænum og sjúkraflutninga. Þannig að ég veit ekki hverjir eru hér úr pólitíkinni, hér hefur verið velt upp ýmsum samlegðaráhrifum og möguleikum, en menn vilja nýta þessa heilbrigðisfulltrúa í eitthvað annað milli vakta, en ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri. Takk fyrir þetta, Stefán. Það náttúrulega ekki á hvers manns færi að gera erindi heilbrigðissamþykktir jafn skemmtilegt og Stefánu tekst og við getum alveg setið hérna í allan dag og hlustað á framhaldið en það verður víst að bíða betri tíma því hér okkur nefnt skammtaður tíminn eins og áður var vikið að. En næsta erindi fjallar það hvað sé heilnæmt umhverfi
og það er hann Pétur Halldórsson sem heilbrigðisfulltrúi sem kemur hingað og flytur það. Gjörðu svo vel, Pétur. Takk fyrir. Og það er nú kannski ekki mikið mál með þessum inngangi að útskýra hvað heilnæmt umhverfi því að í stuttu máli það bara laust við heilsuspillandi aðstæður hvers konar. Og ég ætla kannski bara á mjög stuttum tíma draga saman hvað þessir heilbrigðisfulltrúar gera í dag. Og það er kannski bara gott að nefna, það er mjög margt sem getur verið það er líka ákveðin lykilþáttur í þessu starfi að við erum að sinna okkar svæði, okkar sveitarfélagi, þá getum við ekki endilega vitað fyrirfram hvað kynni að vera heilsuspillandi. Það er svona verður heilbrigðisfulltrúi að hafa svona breiða þekkingu á ýmsum hlutum. Þetta eru bara örfá dæmi en svona kannski það helsta. Og það er líka hvort sem það varðar heimili fólks eða rekstur. Það er ekkert skrítið þótt að nýsköpun valdi því að bifreiðaverslun fyrir að framleiða matvæli eða öfugt eða hvað sem er. Og þá erum við alltaf þarna út á vettvangi að sinna þessu heilbrigðiseftirliti. Og eins og segi í stuttu máli þá byggir þetta bara á því að hætturnar eða heilsuhætturnar séu þekktar og í rauninni erum við fyrst og fremst að hafa eftirlit með því að fólk í rekstri þekki þessar hættur og jú, almenningur leita til okkar og við leiðbeinum varðandi þær og svo verður náttúrulega bara að vera til staðar einhverjar varnir. Þetta er í rauninni þótt að sé alls konar ítarleg fræði, hvort sem það varðandi matvæli eða snyrtivörur, mengandi iðnað, skólp, deig eða hvað eina, þá er þetta alltaf þetta sama, að það eru hættur og með vörnum þá getum við komið í veg fyrir heilsuspillandi aðstæður og það er náttúrulega bara vegna þess að þetta eru réttindi allra og bara til að svona jafna út tíman hjá okkur, þá ætla ég ekkert að hafa þetta lengra. En annars segi ég bara takk fyrir mig í bili. Takk fyrir það, Pétur. Það er ágætt að hafa þessa mynd þarna með því að hvert einasta atriði af því sem þú nefnir þarna er auðvitað eitthvað sem vekur okkur til umhugsunar og vekur í raun og veru upp spurningar hjá okkur sem erum bara almenningur í landinu og það er vissulega forvitnilegt að fá að kíkja aðeins inn í þessar aðstæður sem heilbrigðisfulltrúar vinna við og þau sjónarmið sem að ráða gjörðum þeirra í starfi. Mér finnst það mjög forvitnilegt. En til þess að fjalla réttinn til að anda að sér ómenguðu lofti er hingað kominn Snorri Hallgrímsson sem er varaforseti Ungra umhverfissinna. Gjörðu svo vel, Snorri. Já, góðan blessaðan daginn. Snorri heiti ég Hallgrímsson. Ég er vissulega varaforseti Ungra umhverfissinna og er þess utan hef bakgrunn í heilbrigðisverkfræði og vinn við hönnun á gervifótum, stoðtækjum fyrir Össur. Og ég var einmitt frekar spenntur fyrir þessu þegar Pétur bauð mér að koma að tala hér í dag. Því þetta getur verið pínu erfitt fyrir bara að henda reiður á, heilsa og heilbrigði að því leyti að við kunnum oft ekki almennilega að meta heilsu okkar meðan við höfum hana. Það er okkur bara svo sjálfsagður hlutur. En ef það hefur kennt mér eitthvað að vinna á hverjum degi með og fyrir fólk sem hefur þurft að ganga í gegnum aflimun, það er það að þekkja og kunna að meta þau forréttindi sem það eru að búa við og með heila heilsu. Og heilsa og heilbrigði byrjar að mörguleyti í umhverfinu sem við lifum í og erum hluti af. Þessi hugmynd heilnæmt umhverfi sem við erum komin hér til að ræða. Og fyrir og nú ætla ég að vera aðeins háflegar en þú, Pétur, en fyrir 3 árum síðan þá viðurkenndi allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna
heilnæmt umhverfi sem mannréttindi, mjög formlega. Í atkvæðagreiðslu sem var svo samhljóða að annað eins þekkist varla og heilnæmt umhverfi í þessu samhengi verandi réttur til hreins vatns, ómengaðs umhverfis, heilbrigðs, hreins matar, öruggs loftslags og ýmislegt fleira. Þetta finnst okkur líklega bara að vera nokkuð sjálfsagt, sem virðist vera flestum öðrum í heiminum. Þetta eru mannréttindi, að búa í heilnæmu umhverfi sem stuðlar að og ýtir undir heilbrigði okkar eru einföld mannréttindi. Og þar svaraði ég held ég spurningunni í erindinu þinnu. Hvað er heilnæmt umhverfi, Pétur? Má ég hætta núna? En titill þessa erindis er komið af því að loftgæði, loftið sem við andum að okkur, eru næst stærsti áhættuþættur ótímabærra dauðsfalla á heimsvísu, sem kannski sum finnst sjokkeraði, rétt eftir háan blóðþrýstingi. Og eiginlega ennþá meira þeirri staðreynd að í dag býr innan við 1%, eitt stakt skítið prósent í heiminum á stað sem uppfyllir staðla Alþjóðaheilbrigðisstofnunar loftgæði. En já, hér eins og við ýmislegt annað við erum við heppin. Við erum hluti af þessu 1%. Samkvæmt mörgum rannsóknum eru hér mestu loftgæði í heimi. Að minnsta kosti þegar það er ekki eldgos í gangi í bakaranum okkar. Og já, við erum heppin að mörgu leyti. Í dag búa 2,3 milljarðar manna á heimsvísu við fæðuóöryggi af einhverju tagi og næstum jafnmargir 2,2 milljarðar hafa ekki áreiðanlegan aðgang að öruggu hreinu vatni. Þetta eru rétt 1/4 jarðarbúa. Þar eru við líka heppin. En nú heyri ég ykkur, þetta er svo stórar tölur, Snorri, maður næri ekki einu sinni utan þau. Hvað þá vandamálum sem raunverulega liggja þarna til grundvallar. Og við, búum hér á Íslandi og höfum venjulega ekki miklar áhyggjur af þessum hlutum. En eins og við nú aðeins búin að fá í hreinum, þá hefur kannski ekki alltaf verið alveg svo gott hérna. Og réttindi og þau sem við höfum nú þegar þarf nú líka stundum að standa vörðum og enginn veit hvað hefur fyrir en mist hefur og allt það. En svo við tökum dæmi eins og sem minnast á loftslagið, að við lærum flest það bara í grunnskóla, hversu mikilvægur Golfstraumurinn og önnur hafstraumakerfi Atlantshafsins eru fyrir líf okkar hér og hér sé byggilegt land. Þess vegna fannst mér svo skammarlegt fyrir ári síðan þegar að hópur einhvers fremsta loftslagsvísindafólks í heimi sendi Norrænu ráðherranefndinni viðvörun og ákall aðgerðir vegna óvissu að þessi hafstraumakerfi væri að hægja á sér og í raun væri hætta á að þau gætu jafnvel hrunið alveg á þessari öld með tilheyrandi kólnun og eiginlega það sem meira er líka veðurofsum sem fyrir örfáum árum hefði bara talist vísindaskáldskapur og já, ég man ennþá eftir þeirri kvikmynd, hún er ekki mjög góð en hún er til. En er núna raunverulega möguleiki sem við þurfum að horfast í augu við. Loftslagshamfarir sem ógna okkar heilsu okkar tilveru hér. Sem kannski aðeins nærtækara dæmi, þá er samkvæmt nýrri rannsókn sem var gerð vestanhafs í fyrra, magn örplasts í heila meðalmanns á miðjum aldri sem nemur 0,5% af þyngd hans, af þyngd heila einstaklings, sem er fyrst og fremst í formi plastagna, nanoagna, sem eru svo smáar að við myndum aldrei greina þeir til með beru auga. En þetta 0,5% er rétt 6-7 grömm sem er rétt það bil sama þyngd og þessi litla plastskeið hér sem eru magn plasts í heila meðalmanns. Ég veit ekki hvernig ég ætti að koma þessu fyrir sem er frekar óhugnanleg tilhugsun fyrir mér. Og
svona örplast má finna í öllum líffærum og líkam okkar, og þetta er heldur ekki skemmtileg tilhugsun að það virðist safnast mest fyrir í heila okkar. Heila, hreðjum, lifur, beinum og meira þess að í nýfæddum börnum. Og kannski ekki nema von. Þessar plastagnir komast inn með öllum þeim leiðum sem þið geta hugsað ykkur og mögulega einhverjum fleiri í mat og drykk en líka bara við innöndun í því umhverfi sem við búum við í dag. Og til að taka annað ekkert mjög skemmtilegt dæmi, þá hefur á síðustu 50 árum magn sæðisfrumna framleiddar af meðalmanni lækkað helming, sem að einn helsti vísirinn og bara sá helsti vísirinn að frjósemi karlmanna. Frjósemi karlmanna hefur lækkað á heimsvísu, sérstaklega á Vesturlöndum, 50% á seinustu 50 árum. Og já, við áttum okkur ekki ennþá á því almennilega hvers vegna það er. En í Danmörku, samkvæmt nýlegum mælingum, er talið að 40–50% ungra manna muni eiga erfitt með að eignast börn. Það er talið sem svo, að þeir framleiða svo lítið af sæðisfrum að það er flokkað sem svo að þeir eigi erfitt með að eignast börn. Og orsakir þessa er eins og segja ekki að fullu útskýra ennþá. En þetta eru líklega samvirkandi þættir lífstíls, matræðis og efnamengunar sem við búum við í umhverfi okkar í nútíma samfélaginu. Já, hættum heilsu okkar úr umhverfinu hefur kannski farið fækkandi síðan 17. súrskal, eins og við heyrðum áðan síðustu áratugi fyrir tilstilli þá fyrst og fremst nýjustu þekkinga og tækni. En það er samt engin stór skortur á þeim heldur í nútíma heimi, því miður, en verða þessi staðinn lævísari og illskiljanlegri. Efni sem valda krabbameini og trufla innkirtlaverkni leynast víða og við fyllumst af plasti ár frá ári og þurfum að horfast í augu við veður og öfgar, skriðuföll og margt annað af þeim toga. Já, ég veit, mikið þetta búið að vera niðurdrepandi hjá mér. Ég vona að umræðunar eftir verði aðeins líflegri að lágmarki. En þetta er fyrir það ástæðu sem ég byrjaði hérna á að heilsan er okkur svo mikilvæg og það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir því meðan við ennþá höfum hana. Að heilbrigður maður vill 100 hluti en sá sem er vill aðeins einn. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir þetta, Snorri, að draga okkur svona aðeins niður á jörðina og inn í nútíman eftir sagnfræði áfanga Stefáns. Vissulega ekki, þetta eigur mann ekki bjartsýni, en við öll sem erum hér inni vitum við þetta nákvæmlega hvað þú ert að tala. Ég vildi raunar að það væri hægt að segja það svona almennt almenning. Það getur ekki verið að almenningur og stofnanirnar okkar viti í alvöru hvað þú ert að tala í ljósi þess hvað það er lítið gert til þess að vinda ofan af þeirri stöðu sem við nú erum í. En allavega, hér erum við til að ræða þetta og það er gott því að án umræðu þá fljótum við sofandi að feigðarósi. En næsta mál á dagskrá er hann Kjartan Ólafsson, stjórnarmaður í Heilbrigðisnefnd Suðurlands. Hann ætlar að fjalla hérna ríkisvæðingu heilbrigðiseftirlits og hvers vegna. Kjartan, gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl, ég heiti Kjartan Ólafsson og kemur á Ölfusinu af Suðurlandi, þar sem er nú mikill landbúnaður og mikil matvælaframleiðsla auðvitað. Ég vil nú aðeins byrja á svona þeirri sögu sem ég þekki, þó ég fær nú ekki jafn djúpt og Stefán Pálsson áðan í söguna. En við á Suðurlandi þekkjum all uppbyggingu á flóaveitu og mjólkurbúi Flóamanna
sem einhver stærsti mjólkur framleiðandi hér á landi. Þetta gerist allt saman samhliða 1929. Síðan kemur, og það tengist heilbrigðiseftirlitinu, kemur fyrsti dýralæknirinn í Sunnlendingafjórðung 1934. Það nokkru seinna. Þá höfðu bændur auðvitað fyrir það að mjólkurbúið var til, selt mjólk til rjómabúana og bara til upplýsingar það er eitt mjög heillegt rjómabú til rétt við Stokkseyri sem heitir Baugsstaðabúið og það væri hægt að snúa því í gang, það er svo heilt. En þegar að þarna komið sögu að bændur þurfa að fara að leggja inn í mjólkubú, þá þarf heilbrigðiseftirlit. Og gagnstætt því sem að Stefán nefnir að þá voru að læknarnir hérna á höfuðborgarsvæðinu, en þá kemur til dýralæknirinn. Það þarf að fá mjólkursöluleyfi og þá þarf að votta öll fjós þannig að þeir sem framleiða mjólk gerir það á fullnægjandi hátt og mjólkin megi fara í mjólkubú. Það var stærsta vandamálið þar, var það að yfirleitt voru fjósin sambyggð híbýlunum og það var gjarnan hlýjast að fara út í fjós og ganga örna sinna. Og það kemur nú þessari kamarsögu sem Stefán nefndi nú áðan, þó það væri nú ekki jafn mikið í sveitinni, en þarna var mikil hætta á krossmiti, þannig að þetta voru fyrstu verkefnin. Það var að fá menn til að byggja kamar, þar sem hann var á hlaðinu eða bak við hús, til að útiloka krossmit þarna í mjólkuriðnaðinum. Þannig var nú það. Nú, ég hef verið í heilbrigðisnefnd fyrst í mínu sveitafélagi Ölfusinu og það var nú bara rétt upp úr 1980 og þá fengum við bláan eða fjólubláan bækling, það er nú örugglega einhverjir eldri ég sem að muni eftir honum, það var bæklingur sem var svona 49 blaðsíður og það hét held í heilbrigðisreglugerð. Er ekki eitthvað sem kannast við það? Já, einhver janka. Þetta var mjög einfaldur bæklingur og þægilegt að vera í heilbrigðisnefnd og hann gekk bara vel og hann var notadrjúgur. Og svo liðu nú árin og þá göngum við í EES samstarfið og þá var ekki þessi litli 49 blaðsíðna bæklingur nóg, heldur pappirinn hækkaði og svo hætti maður að prenta út og þá er þetta allt bara á tölvutæku. En þið þekkið það sem starfið við þetta í dag, þetta er óskaplegt pappírsflóð og flókið að fara yfir. En núna, í seinni hálfleik lífs míns, þá hef ég setið í stjórn heilbrigðiseftirlits Suðurlands og bara til að þið áttu ykkur á því hvað það er að sveitafélögin á Suðurlandi, Árnes, Rangárvöll og Vestur-Skaftafellssýslu eru saman fyrirtæki sem heitir Samband Sunnlenskra sveitafélaga og innan þess ramma er heilbrigðiseftirlitið. Og núna er það þannig að það eru 5 menn í stjórn, 4 fulltrúar sveitafélagana, 1 frá atvinnulífinu og svo er heilbrigðiseftirlitið eða starfsmenn þess. Þetta er auðvitað mikla breytingar frá því að ég byrja í þessu en það er auðvitað breytingar sem hafa verið óhagkvæmilegar og eðlilegar og sjálfsagðar. Málaflokkurinn með þeim hætti að þetta er á landshlutabassis og það er landshlutinn sjálfur sem ber mikla ábyrgð með þeim reglum og lögum sem við þurfum að vinna eftir. Og ég tel að nálægðin við það að sveitafélögin beri ábyrgð á þessum kafla skipti miklu máli. Og það kemur líka aftur, svo ég vitni í Stefán Pálsson, að það eru sveitafélögin sem höfðu með heilbrigðiseftirlit að gera. Og ég tel, og það er titillinn hvort að ég að fara að ríkisvæða heilbrigðiseftirlit. Ég tel það ekki vera rétta leið. En nú er það sem sagt, það liggur fyrir
Reyndar það þannig að allt frá árinu 2002 þá var byrjað að nefna að það skyldi færa þetta allt saman undir 2 ráðuneyti og það var gert í ljósi þess að nú ætti að fara að fækka stofnunum. Það mjög vinsælt nefnilega að fækka stofnunum og það virka vel svona í almenningsálitinu. En ég tel mjög nauðsynlegt að þessi heilbrigðiseftirlit á Íslandi séu svona lókalsýrð og heimafólk það vinni og þekki best til þeirra aðstæðna sem kunna koma upp. Hjá okkur hafa komið upp matarsýkingar eins og á Rjúpnavöllum, það hefur komið vatnsbólssýkingar hér og þar, upp á Emstrum, það hefur verið farið upp í Kerlingafjöll, þetta allt Suðurland sem að þarf að bregðast við. Þannig að það gott að hafa góða staðþekkingu þar. Nú sagt að það eigi að breyta þessu í 1 ríkisfyrirtæki, eða kannski 2 sem eigi að þjónusta þetta og það eigi að taka gildi 1. janúar 27, ef ég skil rétt. En það svo margt sem ég skil ekki við þessa breytingu og síðast þegar að ég heyrði kynningu sem var nú í morgun í hádeginu að þá ég nú að viðurkenna það að ég bara áttaði mig ekki á því hvert verið að fara með þessa breytingar. Og mér fannst einna verst við þá kynningu var það að mér fannst að þeir sem voru að kynna með glærum að þeir vissi ekki hvernig málum væri háttað í dag og það alvarlegt, bara hreint ekki. Og þannig að það var þarna nýyrði sem kom sem voru straumar, þar voru mannauðsstraumar og alls konar straumar en svo sá einhver verkefnastjóri alla straumana. Ég myndi nú frekar að kalla straumstjóra bara. Þannig það ætti betur við það sem að þarna en ég held að við þurfum aðeins að staldra við og íhuga þetta virkilega að fara ekki að forklúra þessum málum. Ég tek undir með þeim hér öðrum sem að hafa talað. Þetta gríðarlega mikilvægur málaflokkur en það þarf að vanda sig. Ég vil bara nefna, ég þekki ekki þann einstakling en það var góð grein, mjög greinargóð grein sem Kolbrún Georgsdóttir skrifaði hér ekki fyrir löngu í blöðin sem nákvæmlega hnitmið allt sem við þurfum að vita þetta. Nú á fimmtudag og föstudag, ég sagði ykkur að sveitarfélögin á Suðurlandi væri þarna með samtök. Á fimmtudag og föstudag aðalfundur þessara samtaka. Þetta breytilegt eftir landshlutum, hvernig það 2 daga fundur, fundur þessara samtaka, þar sem meðal annars við hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands skilum inn árituðum ársreikningum frá endurskoðun og stjórninni og það öflug skýrsla, mikil skýrsla og það var verið að kynna það í morgunum, það þyrfti að greina alla hluti. Í okkar skýrslu þá eru bara hlutirnir mjög vel greindir, kostnaðarlega og mannafslega, í hvað mannaflið fer. Þannig að mér kom það mjög óvart að nú ætti að fara að leita alls konar leiða til að fara að greina hlutina. Og það segir mér bara að það fólk sem að vinna að þessu, það veit ekki hvað að tala Og ég ráðlegg þeim aðilum, ef einhver hér, að koma nú bara austur á Kirkjubæjarklaustur á föstudaginn og hlusta á skýrslu framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitsins hjá okkur. Nú síðan það annað mál að það ekki komið lengra en það hjá ríkinu, að það ekki búið að greina á milli hvað sveitarfélögin eiga að hafa, þau eiga að hafa einhvern hluta og einhver hluti á að vera hjá þessum 2 ráðuneytum. Og meðan það ekki ljóst, þá heldur ekki hægt að greina kostnað og hvað mannskap þarf á hvort stað. Þannig að við erum bara sett út í blindu og það kannski með vilja gert til þess að fólk geti ekki átt að sjá því hvernig þetta allt saman á að verða.
Þannig að það svolítið erfitt að draga beina ályktanir af því hvernig þetta fer fjárhagslega. Ég óttast mest að ríkið muni finna út þau verkefni sem auðveldast að verðleggja, skattleggja, taki þau til sín og sveitarfélögin sitji eftir með verkefni sem mjög erfitt að verðleggja og innheimta. Og það svona fjarlægja bílhræð og rusl og drasl og hundahald og eitthvað sem bara ekki einfalt. Í dag heilmikið leiðbeiningastarf á vegum heilbrigðisfulltrúa. Hver á að borga það? Ætlar ríkið að fara að sinna því starfi? Þeir sem að koma og setja upp atvinnu og reka atvinnufyrirtæki, þau þurfa greinilega leiðbeiningu. Það alveg augljóst. Það ekki einfalt að stofna fyrirtæki og fara í gegnum alla þessar reglur. Þannig að það svo margt sem þarf að huga hvað þetta varðar. Síðan það nú bara þannig að það skapast oft það verður nýsköpun út á landi og til dæmis get ég nefnt hér 3 atriði. Á Flúðum farið að taka á móti seyru úr Rotthróm frá bæjarfélögum og bæjum og þar farið að vinna þessa seyru og hún notuð til uppgræðslu. Sláturfélag Suðurlands að stofna orkugerð sem að vinna úr sláturúrgangi. Víðast hvar á landinu verið að setja þetta bara í gröf. En þarna mjög metnaðarfull verksmiðja sem þeir að undirbúa og setja upp. Við höfum lengi verið í vandræðum með dýrahræ. Það var nú verið að nefna hvað heilbrigðisfulltrúarnir, hvaða starf þau höfðu, en dýrahræ og sérstaklega sjúkum dýrum, þar verið að koma upp slíkri brennslu upp í Gnúpverjahrepp. Þetta svona verkefni sem verða til á landsbyggðinni. Eina brennslan sem hér, við sjáum hana með svörtum og miklum skorstein einhvers staðar ekki langt frá. Og svo það mannauðurinn allur sem við þurfum að hafa í huga. Nú í upphafi þá segi ég þessa sögu með Flóaveituna og mjólkurbúið og það allt saman og kamrana. En í sumar þá átti ég leið með þjóðveginum við Markafljót, niður þegar þið keyrið austurátt og farið niður hjá Markafljótsbrúnni og niður að Vestmannaeyjaferjunni, að þar nýmóðins klósetthús eða svona, það smá veitingasala og það klósett og það verður nú gott hjá Stefáni að hafa það í sinni næstu ræðu. Það klósett virkar þannig að þegar viðkomandi viðskiptavinur búin að vera inni, þá skipta þeir klósett á bara örstund, það tölva sem gerir það og það þvegið, sóttrensað og strax nýtt klósett komið. Það gengur þetta hringinn. Þannig að breytingarnar eru miklar. Við þurfum ekki að fá einhverja ríkisvæðingu til þess að átta okkur á því hvað betur má fara í þessum geira. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Kjartan. Það eru nokkur ár síðan við Kjartan sátum saman á þingi hérna í húsi við Austurvöll og við vorum ekki alltaf sammála í pólitíkinni. Við erum nú bæði ennþá í pólitík en reyndar á allt annars konar vettvangi. En ég get verið sammála Kjartan það að þetta tog á milli sveitarfélagana og ríkisins hver að gera hvað, og hver að greiða hvað. Þetta náttúrulega alveg ótrúlegt að okkur skuli ekki lánast að leysa þessi mál í eitt skipti fyrir öll. Því sannleikurinn í því máli auðvitað einfaldur. Þetta auðvitað bara bæði og. Þetta eru verkefni ríkisins en þetta eru líka verkefni sveitarfélagana og við eigum svo erfitt með að koma okkur saman hluti. Ég veit ekki alveg hvar við förum út á sporin í þeim efnum. En nú komið þar í dagskráni þar sem við ætlum að opna fyrir spurningar og sal. Ég sagði við Pétur, ætlum við að hafa umræðu eða þetta bara vera spurningar og sal, hvað höfum við 10 mínútur? En Pétur sagði, bara opna fyrir spurningar og sal, það ekki málið? Og þú mátt eitt smá.
Þú mátt fá eitt smá viðtalsspil. Gjörðu svo vel, Pétur. En eigum við að koma sér fyrir núna eða þegar þú er búin að tala? Endilega bara koma sér fyrir núna. Gjörðu svo vel. Komið ykkur fyrir meðan að Pétur hérna ávarpar okkur smottir í og það eru þið fjórir sem að voruð með innlegg sem fáið að setjast hér í sætið. Og Pétur, þú kemur þá í lausa sætið og ég á víst að vera í þessu þarna. Þannig að þið eruð allir græjaði með mikrofóna. Það er víst. Já, gjörðu svo vel, Pétur. Já, bara rétt meðan allir að koma sér fyrir. Þá vildi ég koma bara með smá svona örstuta hugvekju því að að sjálfsögðu buðu við umhverfisráðherra að koma hérna alltaf tölu en hann hafði bara því miður ekki tök á því. En eins og Stefán sagði þá er þetta dálítið löng og áhugaverð saga, skemmtileg. Og í rauninni hefur alltaf verið frekar ljóst hver tilgangurinn með þessu sé. Eða hvað, kannski ekki. En hérna dró ég bara saman hvernig nafnið á þessum lögum hefur þróast. Og fyrst ég talaði þessar heilbrigðissamþykktir, nokkuð skýrt kannski. Svo er aðeins verið að breyta til hugtökin hvaða sveitarfélög heita og svona. Svo sjáum við þarna kringum 1970 eða 1969 þá er verið að tala þessa svokölluðu hollustuhætti. Það er oft mikil ráðgáta fyrir fólk en í stuttumáli er þetta bara orð yfir þessar varnir gegn hættum sem notast við. En það sem hefur kannski misfærist núna og er kannski ástæðan fyrir því eins og Kjartan vísar í að núna er komin einhver áform hjá umhverfisráðuneytinu og atvinnuvegaráðuneytinu án þess að sé einu sinni búið að skoða í raunverulega hvaða verkefni ræðir og þeir eru ekkert búin að tala við heilbrigðisráðuneytið sem er í rauninni samt komið svo öll á stað og það eru mjög svona mikilvæg sóttvarnaverkefni og tóbaksvarnir og fleira eins og greinina Kolbrúnar Georgsdóttur vísar í. Þannig ég vildi bara koma með smá tillögu sem ég ætla bara að leyfa að sitja þarna í smá stund. Hvað það væri bara lýsandi nafn á þessum lögum, það þetta hétu bara lög heilnæmt umhverfi því að þessi tilraunum tala hollustuhættina er bara ótæknilegt, það veit enginn hvað þetta þýðir. Allavega svona ekki fyrir almenning. Og ég ætla bara að láta þetta nægja í bili og í rauninni bara hvetja þá sem er að stýra þessum málaflokk að þau eru kannski þreytt á því að hafa verið í 20 ára að gera skýrslur og þetta gengur ekki nógu vel en þetta er of mikilvægur málaflokkur til þess að fara eitthvað að vaða áfram í sama hjólfarinu og þá skulum við bara hafa umræður. Takk fyrir það, Pétur. Jæja, nú eru, Pétur minn, 6 mínútur eftir að ég verð að segja ykkur eina stutta skemmtistögu, örstutta. Þegar við Pétur vorum búin að tala saman í síman í hátt í hálftíma, þá sagði ég að Pétur, gerðu þér grein fyrir því að þú ert að halda klukkutíma fund þar sem verða 4 frummælendur og við erum með fullan sal af fólki og við ætlum að hafa umræður. Alltaf klukkutíma, við erum búin að tala saman í nærri því hálftíma. En kæru gestir, nú finnst mér endilega að það sé rétt að opna fyrir spurningar úr sal því að þið eru hér fólk sem að þekkið hvað við erum að ræða hérna og mér langar bara til þess að fá uppréttar hendur þeirra sem að liggur eitthvað á hjarta eftir að hafa heyrt þau erindi sem hér hafa verið flutt. Og það eru stráskomun hendur og loft, það var Svafa sem var fyrst og svo hérna á fyrsta bekk. Gjör svo vel, Svafa. Stattu upp, Svafa, og kynntu þig. Já, ég heiti Svafa Steinarsdóttir og ég er heilbrigðisfulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Búin að vera heilbrigðisfulltrúi í 25 ár, þannig að það eru fáir sem getur státað að jafn langri reynslu í starfi í dag. En mér langar að spyrja heilbrigðisnefndarmanninn, er fyrirhugað að heilbrigðisnefnd Suðurlands og aðrar heilbrigðisnefndir fari í það að reyna að ræða við ríkið þessi áform og kannski
reyna að halda þessum verkefnum á sveitarstjórnarstiginu. Er ekki svolítið öfugsnúið að við séum allt í einu að fara í meiri miðstýringu í staðan fyrir dreifstýringu sem áður var stefnt að í ríkisrekstri? Takk Svava, mér langar að biðja þig að geyma spurningunni Kjartan og safna aðeins saman að því við höfum það lítinn tíma. Það var spurning hérna á fyrsta bekk. Sæl Öllsumöl. Ég heiti Aðalbjörg og ég vinn hjá Umhverfis- og orkustofnun þar sem að einmitt við erum búin að vera að fara í gegnum langt og strangt samningaferli og búumst við mögulega 9 núna 2027. Það sem mér langar í rauninni bara að spyrja er vegna þess að sko ég hef ekki unnið fyrir heilbrigðiseftirlitinu, hef mikla reynslu á þeim, en ég vinn í starfi þar sem ég þarf stundum að skoða starfsleyfi fyrirtækja. Ég vinn í rauninni ákveðnu eftirlitshlutverki með losun frá stóriðju til dæmis og hef rekið mig á það til dæmis að það er mismunandi hvort að starfsleyfin séu hjá heilbrigðiseftirlitum eða hjá okkur. Það er mismunandi hvort að sambærileg starfsemi sé með starfsleyfi eftir í hvort hún sé á Norðurlandi eða á Reykjanesinu. Og þú veist, í mínum huga þá er eitthvað sem vantar upp á, það er einhver miðstýring sem vantar og þessi tiltekna starfsemi sem ég er að tala um er starfsemi sem á að falla undir ETS-kerfi sem er gagnaver, þeir eru með starfsleyfi á Reykjanesinu en ekki á Norðurlandi sem að mér stótti skrítið. Þannig að ef að það á ekki að miðstýra þessu í gegnum ríkið þá langar maður að spyrja hvernig er þá hægt að gæta þess að það verði ekki þessi gött í þessum leyfum. Takk fyrir þetta. Þeir eru tveir í rauninu sem gætu vilja svara þessu, Pétur og Kjartan. Það var ykkur önnur hönd á lofti, eða ég vil láta þetta nægja í bili? Nægir í bili. Kjartan, hendum þessu fyrst til þín. Já, þetta seinni spurningin sko. Mér er nú bara ekki kunnugt þessi gagnaver. Það er ekkert slíkt á Suðurlandi, en það hefur ekki komið til hjá okkur. En vissulega sko, löggjöfin er auðvitað frá í gegnum ráðuneytin. Úff! Já. Var þetta ekki halastjarnar sem letti bara? Ég held ég ekki neitt hluta þessu. En þannig að löggjöfin kemur auðvitað ofanfrá og vinnum með í mörgum tilfellum með ráðuneytunum að sjálfsögðu sko. Og það sem ég hef heyrt sem gagnrýni á heilbrigðiseftirlitin að það sé ekki alltaf sömu niðurstöður sem fást milli héraða og það er alveg rétt en megin skýringin á því að aðstæður er ekkert þær sömu á milli staða. Ég get bara nefnt það hjá okkur að við vorum í þrátti við eitt olíufyrirtæki sem var með tanka við Lill-kaffistofuna og þeir voru bara ekki fullbúnir eins og þar þyrfti að vera vegna þess að Litla kaffistofan er í útjaðri vatnsverndarsvæðis höfuðborgarinnar. Þannig að við gátum ekki nota sömu reglur þar eins og einhvers staðar allt annar staðar sem ekki voru slíkar aðstæður. Þannig að það er viðtakið til dæmis, er ekkert alltaf það sama. Þannig að þetta eru hlutir sem að menn þurfa aðeins að gera sér grein fyrir að verður aldrei svona reglustrýku gert eins nákvæmlega. Það er alveg greinilegt að þetta samtal vantar og mér finnst að það sé kannski númer 1, 2 og 3 að leiða saman forsvarsmenn heilbrigðiseftirlitanna út allt land og ríkisvaldið til þess að þetta geti þá orðið vitræn niðurstaða. Nú er það þannig að heilbrigðiseftirlitin hafa ársfundi ekki satt. Nú eru hér menn sem að þekkja til þess starfs. Þannig að þeir ég held að það skort ekki á það að heilbrigðiseftirlitin per se að þau séu tilbúin og séu í samstarfi. Já, en ríkið virðist samt sem að vera að fara á svig við það sem svona þið teljið vera eðlilegt eða skynsamlegt í sveitarfélögunum. Eða hvað? Hvað segir heilbrigðisfulltrúar? Viljið sípa inn með hljóðnema? Mér finnst þetta bara svo spennandi. Ég get alltaf slitið sem fundi, Pétur. Má alveg fara aðeins. Hörður heiti ég, framkvæmdastjóri í Kraganum eins og við kallum það. Sko þetta er mjög áhugaverð spurning sko vegna þess að hver er það sem að samkvæmt lögunum hefur boðvaldið og hefur samræmingar hlutverki. Það er ykkar stofnun, umhverfisstofnun. Þannig að þegar þú spyrir á hverju eru við gagnaver er ekki hér eða þar vegna þess að umhverfisstofnun hefur ekki gefið út leiðbeiningar það hvernig skuli flokka
gagnaver og hvernig skuli unni með það sem dæmi og hver hefur yfirstjórn yfir ykkur, það ráðuneytið og þeir eru náttúrulega að gefa reglugerð það hvernig með skuli fara. Og við náttúrulega reynum að leysa þetta í samstarfi milli heilbrigðiseftirlitana, hvernig við gerum þetta eins og og það sem við höfum verið að benda á það að ríkisvaldið hefur samræmingarhlutverkið að sinna og það sem gagnrýnt hjá eftirlitsstofnun EFTA að við séum ekki að sinna þessu samræmingarhlutverki og þá ætla menn að skera af heilbrigðiseftirlitið í staðinn fyrir þess að fara í samræminguna sem á ykkar borði hjá Umhverfisstofnun og hjá atvinnuvegaráðuneytinu og umhverfis- og loftslagsráðuneytinu. Þannig að það það sem stóri vandinn í málinu. Við reynum, eins og Kjartan nefnir réttilega, við höfum mikið samband, eftirlitin í sambandi mánaðarlega að lágmarki til þess að reyna að leysa þessa hluti og svo sendum við formlega fyrirspurnir á ráðuneytin eða stofnandur okkar og við fáum svör eftir einhverja mánuði hvernig þetta En boðveldi alveg skýrt í lögunum, í lögum hollustuhætti og mengunarvarnir kemur þetta mjög skýrt fram og í sjálfum sér þarf ekki neina lagabreitingar, það þarf bara að framkvæma lögin. Það vantar fjármagn inn í þessar stofnanir til þess að þær geti sinnt þessum málaflokkum. Og það hérna kannski stærsta vandamáli. En síðan ætla menn að leysa þetta núna með því að taka þessi störf og setja inn í þessar stofnanir án þess að stofnanir fái krónu til þess að gera það. Þannig að fjárlögum núna fyrir 2026 ekki 1 króna í þetta verkefni. Þannig að við höfum miklar áhyggjur af því hvernig þessi verkefni fara þar sem að ríkisvaldið ekki að hlusta að nokkru leyti á það orð sem við komum fram. Þetta ótrúlega kunnugleg ræða. Við höfum heyrt hana oft áður, örugglega öll sem erum hér inni, að þetta ótrúlega sambandsleysi. En hvað segir þú, Pétur? Ég meina, mun þetta eitthvað lagast eða breytast ef að ríkið ætlar að fara að taka þetta allt til sín eins og Kjartan var að lýsa? Það unni til mjög einföld lausn á þessu og hún var sérstaklega auðveld þegar það voru sérstakir starfsmenn hjá Hollustuvernd ríkisins, heitinni og svo Umhverfisstofnun og Matvælastofnun til þess að vera í samskiptum og sinna heilbrigðiseftirliti. Og ég meina þetta eru hundruðir eða þúsundir fyrirtækja fyrir utan umhverfiseftirlit og fleira sem við sinnum. En svo hefur þetta verið skorið niður þannig að það hefur manneskja í hlutastarfi, síðan brennur út, svo kemur önnur manneskja í hlutastarfi og við erum kannski að senda erindi, það líða mánuðir eða jafnvel ár að við fáum svör við því bara hvernig á túlka hluti. En ef það væri bara ekki einu sinni svo margir starfsmenn, bara í því að sinna okkur og tala við okkur og ef það kemur upp eitthvað svona þetta mismunandi, eigum við ekki að hafa þetta eins og þetta ekki flókið samtal og það kannski svona að mínu mati þó þessi bara búin að vera 5 ár í þessu starfi að maður sér kannski þetta miklu meiri samskiptavandi heldur en nokkuð tíma stofnanavandi því að þetta kerfi sem með rosalega góða svæðisnálgun. Það var verið að taka út til dæmis Sóttvarnastofnun Evrópu var að taka út svona viðbragð í tengslu við smitsjúkdóma og farsóttir og til dæmis matarsýkingar sem við rannsökum í samstarfi við Landlækni og Matvælastofnun og það var einmitt sérstaklega hrósa þessari svæðisbundnu og þverfaglegu nálgun en þar líka áhugi frá viðkomandi ráðuneyti. Þannig að ég held að í rauninni sé þetta ekki rosalega flókin lausn. Það vantar eiginlega kannski bara viljan og samtalið frekar en nokkuð annað. Svo ég veit að þið langar að koma á stað aftur, en þið áttu eiginlega eftir að svara spurningunina Svövu. Vilt þú, Kjartan? Eins og ég sagði áðan, þá okkar aðalfundur á föstudaginn og ég veit að sveitarfélögin eru búin að tala sér saman og ætla að leggja fram ályktun og það samstaða, fullkomin samstaða. Ég heyri ekki annað en að það sé samstaða meðal heilbrigðiseftirlita allt land nákvæmlega sem við erum að tala hér og það náttúrulega bara rödd sem þarf að heyrast af því þetta fólk, nú áttað ykkur á því að ég bara í stjórn, ég ekki á vettvangi eins og þið sem þekkið verkin alveg dag frá degi en ég finna að þetta geti bara orðið stór slys. Ég kalla það.
ef þetta fær allt skyndilega til ríkisins. Og við mögum ekki gleyma því að það er fullt af fólki sem vinnur hjá heilbrigðiseftirlitunum. Það er búið bíða frá því 2002 að nú eigi eitthvað að gerast. Hvað haldið þetta hafa að segja upp á bara viðveru við sitt starf, sko? Einhverju munu fara að huga bara og einhverju kannski búnir að taka ákvarðanir að fara eða hvoru megin á að vera, ríkismegin eða sveitarfélagamegin. Þannig að þetta er flókið og það er ekki verið að fara vel með mannauðinn af því þú situr hérna, kæra vinkona. Bara svo veitir. Ég veit allt það. Já. En eigum við að fá vinkil sagnfræðingsins á málið? Ég er kannski ekki eins og sagnfræðingsins heldur mannsins sem er líka varaborgarfulltrúi og er sveitarstjórnarmegin og er meira að segja skrópa á borgarstjórnarfundi til þess að vera hér í dag. Og ég held að ég verð eiginlega að segja að ég held að kollega mínir séu mjög lítið að hugsa þetta. Þeir hafi af þessu afar litlar áhyggjur, hugsanlega vegna þess að þeim finnst þetta að vera einhver umræða sem dúkkar upp reglulega og kannski trúi því ekki að þetta raungerist. En það sem ég held að menn átti sig nú ekki á og er það að mjög stór partur af því að vera í sveitarstjórnarpólitík er það að maður fær ótrúlegustu smá mál inn á borð bara. Tilkynningar það að það sé nú þarna það séu sko bílhræ á þessari lóð og bölvaður hávaði frá einhverju fjórhjólalegu þar sko. Og bara hluti af þessum óskráða parti starfsins er það að taka bara síntalið, senda tölvupóstin á heilbrigðiseftirlitið og segja hvernig er þetta alveg agalegt þarna og er ekkert búið að tala við þennan eða stendur þetta eitthvað til bóta, ég er nú hérna varaborgarfulltrúi eða ég er nú hérna fulltrúi þessu og þessu batterí. Þetta munum við ekkert geta gert gagnvart einhverju ríkisbatterí. Þá hafa þeir bara enga heimil til þess að svara Stefáni Pálssyni sem kemur og er að spurja fyrir einhvern svektan íbúa í Úlfarsárdal einhver bílhræ. Og ég held að daginn sem að þetta mun renna upp fyrir kollegum mínum, þá gæti nú viðhorfið dálítið breyst. Snorri, má ég aðeins beina máli mínu til þín? Hvernig smíðum við þessa brú á milli sko smáu málana, háðaða frá fjórhjólaleigunni, yfir í stóru málin sem að varða örplast, mannréttindi, eigum við að fara snöggvast í það? Við höfum 3 mínútur. Fyrir ekki, þetta var kvikindislegt. Þetta er frekar kvikindisleg spurning. Ég skal svara henni þá bara sem pólitískastan hátt og að við skulum við gerum það með því að hugsa þetta á praktískan og hagkvæman hátt og við gerum okkur grein fyrir því á hvaða stjórnstigi og stjórnstigi mismunandi mál þurfa meðhöndlun, hver þarf að hafa meðhöndlun hvað. Mér líður til dæmis mjög vel að leyfa stærstu batteríunum, til dæmis Evrópusambandinu, að hugsa hluti eins og efnalöggjafir, leyfa ríkisvaldinu að hugsa hlutina sem að eiga við landið allt og leyfa síðan lægri stjórnstöðunum að eiga við það sem þeim næst bílhræin upp á kanti og svo framvegis. Þetta var náttúrulega mjög skynsamlegt sko, en þetta var nú frekar svona leiðilegt svar sko, ég meina. Leiðinlegar spurningar geta leiðinlegar svör. En það sem ég er að reyna að hafa í huga til dæmis bara heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þú nefnir samþykktir Sameinuðu þjóðanna í þínu máli áðan og við vitum að Íslandi er búið að semja sko stefnu, stjórnvöld á Íslandi, setja okkur stefnu sjálfbæra þróun og það var rosalega svona lýðræðisleg aðkoma allra félagasamtaka nánast í landinu og stéttarfélaga að því verki og fólk hafði virkilega aðkoma að því að skrifa þar inn hluti og við vorum öll alveg ofsalega mótíveruð að ætla nú að breyta heiminum með stefnunni sjálfbæra þróun sem byggir á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Og sveitarfélögin eiga líka náttúrulega að vinna eftir þessu eins og önnur stjórnvöld í landinu.
En við höfum öll orðið vör við það að það alveg ótrúlega erfitt fyrir okkur að innleiða þessa hugmyndafræði. Alveg gríðarlega og ég held þess að það getur bara eitthvað bundið við okkur hér heima. En að vegna þess að minnist að heimsmarkmiðin sjálf. Heimsmarkmiðin er pínu skemmtilega að því leyti að þau koma líka með, og þetta er eitthvað sem mætti endilega innlega betur hér, að þau koma með innbyggðum vísum, indikatorum hvað á að gera til þess að ná þeim og hvað það þýðir að uppfylla þessi markmið. Að ef við myndum horfa aðeins betur á þessa vísa, hvernig við stöndum okkur með til þessara vísa þar sem þannig eru tölulega markmið og mun vel betur afmarkaðri hlutir til þess að einblína á heldur en hver mjög svona háflegu markmiðum að útrýma fátækt og bjarga loftslaginu og svo framvegis. Ef við myndum skoða það aðeins betur og það væri góð skref. Takk fyrir þetta Snorri, mjög gagnlegt svar og greina gott. Pétur, það fyrir nú kannski að líða að lokum. Ætlar þú að eiga lokaorðin í pallborðinu? Já, takk fyrir. Hún var aftur með spurninguna. Pétur, getur ekki verið orðið Pétur. Hvað viltu segja, Pétur? Bara rétt að svona skjóta því að þessi spurningum hvernig best að skipuleggja svona stór verkefni sem spanna allt landið, allt frá einhverju Evrópulöggjöf og jafnvel Sameinuðu þjóðaályktunum niður í ekki bara bílhræ, það eru kannski mávar að labba á þaki og hænur hjá nágranna og alls konar hluti sem að er ekki endilega svo glatt unnið úr fjarlægð en í rauninni mjög einfalt að leysa með nálægðinni. Að ég hef verið svona að kasta fram ákveðnum frasa undanfarið að það sé verið að fækka stofnunum úr 11 niður í 2 með því að fækka þessum 8 eða 9 heilbrigðiseftirlitssvæðum í þannig séð 1. En reyndar er smá svona kafétt á því að reyndar eiga öll sveitarfélögin að vinna þá sjálfstætt að þessu 60 og eitthvað talsins og afnema þessar svæðisbundnu samstarfsnefndir þar sem eru búið að fækka stærðargráðu aðilunum sem koma að því. Þannig að er góð hugmynd að fjölga aðilunum úr 11 upp í 60 eitthvað til þess að ná fram meiri samræmingu. Það er svona bara hugleiðing sem er gott að kasta inn í þetta en ég vil endilega að Svava komist aðeins að. Svava mín, gjörðu svo vel. Gaman að tala á Pétri. Næsta því. En það sem ég vildi bara segja var akkurat að tilgangurinn með lögum nr. 7/1998 og það sem stendur í greinargerð með þeim lögum er akkurat það að Hollustuvernd ríkisins sem seinna var það umhverfis og núna umhverfis Orkustofnun, henni var ætlað það að vera stjórnsýslustofnun og átti að sjá samræmingu og eingöngu vera með eftirlit með kannski stóriðju, þessum stærstu og flóknustu fyrirtækjum í landinu. Það sem hins vegar hefur gerst er það að það hefur verið að plokka verkefni til stofnunarinnar í gegnum tíðina, reyna að setja þau í einhvern staðlagan kassa og gátlista sem allir líta eins út og sumt gleymist, eins og maður hefur séð að maður hefur komið í eftirlit með umhverfisstofnun að það er ekki hægt nefnilega eins og þú komst inn á að staðla heilbrigðiseftirlit því það er allt svo mismunandi á hverjum stað fyrir sig og hinn óvæntustu hlutir sem kom í ljós þegar þú kemur í eftirlitið. Mörg horn að líta. En það sem er lykilatriði það, þetta plokk ríkisins á verkefnum frá sveitarfélögum og upp á ríkisstigið og til þessara stóru ríkisstofnana, að því hefur ekkert endilega fylgt fagfólk með þekkingu á þessum málaflokkum. Og það sem hefur náttúrulega staðið þessu samræmingar hlutvelli fyrir dyrum er það að sérfræðingar á þessu sviði er ekki til staðar inn á stofnuninu. Bara sem dæmi þá hef ég aðstoðað umhverfisstofnun við að gera leiðbeiningar varðandi hávaðamál og hvert þau að leita og hvað þau að gera í þeim málaflokki því það var engin sérfræðingur á þessu sviði. Og hvernig átti þá að starfa að samræmingu? Það eru ákvæði í mörgum lögum og reglugerðum leiðbeiningar sem að umhverfisstofnun átti að semja eins og til dæmis meðhöndlun skólps frá heilbrigðisstofnunum. Þetta kom í reglugerð 1999 og ég get sungið síðan eru liðin mörg og þau eru ennþá, þessar reglur eru ekki ennþá komnar. Það er enginn með sérhæfingu á þessu sviði. Þannig að
já, hver þá lausnin? Það var samræma heilbrigðiseftirlit með því að taka heilbrigðiseftirlit inn í stofnunum þannig að loksins eru komnir einhverjir sem geta samræmt heilbrigðiseftirlitið sem erum við sjálf. Ekki eitthvað svolítið öfugsnúið við það? Reyndar tilheyri ég þeim hluta sem sennilega verður eftir hjá mínu sveitafélagi. Það eru þessi verkefni sem fylgir ekki peningar. Því að verkefni sem verið að eyrnamerkja sem ríkisstofnunum eru verkefni sem færa með sér peninga. Og ef þú skoðar sögu plokksins, sem það getur gert í mastersritgerðinni minni sem aðgengilegin og skemman.is, að þá sjáu þið að það eru svolítið krónur og aurar sem ráða. Og það talað mér sér að taka inn ákveðin fyrirtæki bara og það bara sett strax inn í fjárhagsáætlun þeirra stofnunar. En þetta snýst nefnilega ekki bara peninga og hvað þú getur halað inn. Þetta snýst markmið þessar alveg tveggja stóru lagabálka að tryggja fæðuöryggi, matvælaöryggi og heilnæmi og hollustu umhverfisins fyrir bæði dýr, náttúru, vistkerfi og einstaklinga, okkar íbúuna hérna í landinu. Þessa breytinga þar taka ekki mið af markmiðum lagana. Þetta bara, ef þið skoðið söguna, þetta eru þessir draumar sem samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins og annað hafa sent fram í óteljandi skýrslum og einhver ástæða virðist vera nýjasti draumur þeirra svokallað one-stop shop, en þetta verður allt annað. Og þetta á eftir að koma niður á umhverfi, heilsu, matvælaöryggi og öðru. Og ef við hættum bara að vinna, við sem erum með mestu reynsluna og mestu þekkinguna, hver á þá að samræma okkur? Því það enginn þarna inn á þessum nýju stofnunum okkar sem að kann þetta. Það eru bara við. Já, svo að þakka þið fyrir. Núna komin ansi langt fram yfir tíman okkar, en ég sé að þú ert alveg komin með efnið í umsögnina sem að þá sennilega í smíðum. Þú ætti kannski að opna bara vinnustofu þannig að öll sjónarmiðin sem hér eru til staðar komist vel til skila, og það greinilegt að það þarf að tala yfir hausamótunum og stjórnvöldum á öðrum vettvangi heldur en akkurat á þeim sem ég er að vinna, en ég þekki þetta bara úr því sem ég er að vinna með alla daga, að stjórnvöld sjást ekki fyrir í þeim breytingu sem þau eru að reyna að gera núna á ótal lagasetningu, og svo virðastu vera búin að ákveða það að kippa svolítið lýðræðinu úr sambandi, þannig að samráðið við geirana sem hluteiga að máli sáralítið og í algjöru skötulíki, því miður. Þannig að við eigum þar sameiginlegt baráttumál sem við skulum berjast fyrir. Ég vil nú bara nota tækifærið og þakka félagi heilbrigðis og umhverfis fulltrúa, félagi íslenskra náttúrufræðinga og ungum umhverfissinnum fyrir að efna til þessa fundar. Ég hef haft bæði gagn og gaman af að sitja hér og hlusta á ykkur, og mér skilst að við getum haldið áfram að spjalla hérna fram með, Pétur, er það ekki? Jú, veitingar í boði. Takk fyrir kærlega.